áform. Við höfum séð það bara strax á þessu kjörtímabili að nýr meirihluti hefur verið að ráðast af hörku í einkavæðingar. Það hefur verið að einkavæða leikskóla og nú hefur verið að stefna því að einkavæða ljósleiðarann. Til mín í dag er komin að Þór Sari sem var þingmaður. Komiði sæl, verið velkomin í Sanna Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða þá stöðu sem komin upp inn í Reykjavík varðandi einkavæðingar áform. Við höfum séð það bara strax á þessu kjörtímabili að nýr meirihluti hefur verið að ráðast af hörku í einkavæðingar. Það hefur verið að einkavæða leikskóla og nú hefur verið að stefna því að einkavæða ljósleiðarann. Til mín í dag er komin að Þór Sari sem var þingmaður árunum 2009-2013 og við ætlum svona að ræða þessi mál ásamt því hvað áhrif EES-tilskipanir geta haft á þessi mál. Ertu velkomin? Já, þakka fyrir. Herri, bara svona byrja kannski að spyrja hvernig leggjast þessi áform í þarna hjá borginni varðandi ljósleiðarann? Já, þau leggjast náttúrulega bara í mig eins og öll önnur einkavinavæðing hefur lagst í mig og lagst í þjóðina, að þetta kemur illa við mig og þetta kemur illa við þjóðina því að þetta ljósleiðarinn er þannig starfsemi að það verður aldrei hægt að viðhafa neins konar samkeppni í þessum geira. Þetta er bara þess eðlis, þetta eru þannig innviðir að samkeppnisrekstur er ekki mögulegur og það að einkavæða svona innviði í slíku umhverfi er bara til vansa og það er óhagfellt fyrir íbúana og þá sem að þurfa að kaupa þessu þjónustu vegna þess að það er bara spurningum tíma hvenar verði á þjónustuna hækkar vegna samráðs milli þessara fáu aðila og þetta eru náttúrulega bara tveir aðilar, þetta er línan Míla og ljósleiðari sem eru með þessa þjónustu og þannig að þetta er bara vont skref, mjög vont skref og verður vont skref fyrir bara alla íbúa í landinu sem að þurfa að kaupa þjónustu af þessum fyrirtækjum. Já, manni finnst það svolítið undarlegt því þarna eru flokkar sem eru Píratar og Samfylkingin og það kannski við halda sumir að þetta séu félagshyggjuflokkar og það er í nafninu og einu þeirra Jafnaðarflokkur Íslands. Hvað heldur þetta sé bara til marks hvernig flokkar þetta eru eða er þetta út að þeir eru í samstarfi með Framsóknarflokknum sem að þeir þurfa að ráðast í þessar aðgerðir eða er þetta flokkar sem að kannski er ekki eins og virðast vera svona í yfirborðinu fyrir marga? Já, sko, Jafnaðarmannaflokkur Íslands eins og Samfylking kallar sig, það er náttúrulega bara gluggaskreiting. Samfylkingin er ekki jafnaðarmannaflokkur, hún er hægri flokkur með einhverjum svona smávægilegum vinstri áherslum í einstökum málum. Og það, sko, birtingamyndin er skýr þegar að kemur einmitt að svona fyrirbærum eins og einkavæðingu ljósleiðarans að það eru svona sem að hægri flokkar, sko ekki bara hægri flokkar heldur hægri öfgaflokkar sem að aðhyllast nýfrjálshyggju sem að haga sér svona að því að sko hægri flokkar almennt sem að styðja við eðlilegt viðskiptalíf þeir aðhyllast ekki einokun og fákeppni, þeir aðhyllast samkeppni. Hér er verið að bjóða upp á einokun og fákeppni og þar er það nýfrjálshyggjan sem að hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar sem að segir að það skiptir engu máli
það verða bara enga aðilar að eiga þetta, það skiptir ekki máli þó að sé ekki hægt að hafa samkeppni. Þetta svona öfgakapitalismi eins og hann gerist ógeðslegastur og það kemur mér svolítið á óvart að sjá Samfylkinguna stíga þetta skref vegna þess að ég held að hún væri ekki svona langt til hægri. Það hefur lengi loðað við Pírata sterkur frjálshyggju þráður í efnahagsmálum. Þannig að það kemur ekkit á óvart að Píratar skuli haga sér svona. Þeir að vísu tala mjög gegn svona hlutum á Alþingi. En Píratar í borgarstjórn Reykjavíkur eru bara algjörlega inn á þessari línu Hannesar Hólmsteins og Davíðs Oddssonar og það er virkilega leiðilegt. Já, upplegir þú þetta svona þegar þú varst á Alþingi, þá var hérna vinstri stjórnin, svo kalla vinstri grænum samfylkingin, upplegir svona að væri nýfrjálshyggju hugmyndafræði þar ríkjandi þegar þau stýrðu landinu? Nei, það var það nú ekki á því tímabili nema þau náttúrulega stóðu frammi fyrir allt öðrum aðstæðum heldur en eru uppi í dag og margt sem þau gerðu var gott en þetta var að vísu engin vinstri stjórn, það er alveg á hreinu sko. Það er ekki heldur hægt að segja að þetta hafi verið hægri stjórn en þetta var engin vinstri stjórn og hvernig þau fóru með heimilin í landinu, ég meina gerðu 15.000 heimili í landinu eignalaus þegar þau hefðu ekki þurft að gera það. Var náttúrulega bara aðgerð sem að gleymist vonandi aldrei og þar var Samfylkingi sem fór með forystu og vinstri græn sem að fylgdu náttúrulega bara fast á eftir og öll svona atriði sem að við teldum fram ásamt sko öðrum þingmönnum til dæmis í vinstri grænum og Samfylkingunni til að tempra þessar hörðu árásir á heimilin það var alls saman slegið í kaf. Það bara mantran var bara þetta kemur úr fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu og þetta verður að fara í gegn og skýrasta birtingamyndin á því var náttúrulega Icesave slagurinn sem að þau sko fóru með eins langt og hægt var að fara með nokkurt mál í sko 3 skipti, ekki bara einu sinni, heldur 3 sinnum og töpuðu þeim öllum sko. Þannig að var þetta einhvers konar uppgjöf þá gagnvart hvað, svona kerfinu eða þú veist eða hvað, fannst þér vantaði bara eitthvað svona baráttu anda í þau, þú veist, til að standa föst á sínu, þetta hljóma svolítið svo að það hefur eitthvað uppgjöf? Já, það vantaði náttúrulega bara hugsjónina á bakvið. Þú varst þarna með fólk sem var komið í forystu, Steingrím og Jóhannu, sem að voru búin að vera undir hælnum á Davíð Oddsssyni í sko meir en áratug. Hann bara fór með þau eins og honum sýndist. Og loksins þegar þau gátu komið honum frá úr Seðlabankanum og fengið að ráða sjálf, að þá var þetta bara, sko nú er komið á okkur, nú ætlum við að fá að gera það sem okkur sýnist. Og hérna, það var engin hugmyndafræði á bakvið það var bara við ráðum og við skulum nota bara okkar brjóstvit og keyrum þetta svo bara í gegn og á þeim tíma var náttúrulega ennþá stór hluti Samfylkingarinnar mjög hægri sinnaður, bara fólki sem að koma áfram úr Samfylkingunni úr hruninu, stjórnarsamstarfinu 2007 til 9 Árni Páll og fleiri þetta var alveg pjúra hægri fólk eins og bara Blair-istarnir í Bretlandi voru og hérna. Já, tala kannski aðeins meir Alþingi vegna þess að þangað koma tilskipanir frá EES sem að spila svolítið stórt hlutverk í þessum einkavæðingaráformum varðandi ljósleiðarann vegna þess að þar er sem sagt kveðið á að fjarskiptainnviðir verða að vera svona markaðsvæddir sko, það er ekki lengur þannig að Póstur og Sími geti verið með þessa innviði, þá var heimilaði gegnum þessar tilskipanir að einkaaðilar gætu farið og stofnað svona fyrirtæki, þannig að hvernig upplifir þú þetta allt ferli þegar tilskipanir koma frá EES? Er þetta bara einhvern veginn eins og maður heyrir þetta sé bara svona stimplað í gegn eða þú veist, eða eru umræður og getur Alþingi sagt nei? Hvernig svona virkar þetta allt saman? Þetta er bara afgreitt áfæribandi í rauninni sko. Þetta kemur inn í þingið yfirleitt úr utanríkisráðuneytinu sem EES tilskipun eða directive eins og það er kallað og Alþingi hefur ekkert það að segja. Það er lagt fram og það er kynnt í fyrstu umræðu svo fer það til nefndar og það er í rauninni engin umræða eða neitt það. Það er einstaka sinnum kallað á gesti á nefndafundi til þess að spurja út í eitt og annað en Alþingi hefur ekkert þessi mál að segja, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það er bara skildugt að stimpla þau
og gerir það og afgreiðir þau á bara örskömmu tíma og við í hreyfingunni, við sko afstaða okkar í þessu máli var að við bara gagnrýndum þetta ferli að Alþingi væri búið að vísa frá sér löggjafa hlutverkinu í landinu með því að afgreiða tilskipanirnar svona og við greiddum aldrei atkvæði með neitt þeirra, við bara sátum hjá við allar afgreiðslur á þessum málum. Eina skiptið sko, og það merkilega við þetta að alla tíð frá upphafi EES þá hefur íslenska ríkið getað haft afkomu að þessum málum í upphafi þeirra úti í Brussel þegar verið að byrja á þeim, þá getur Ísland fengið að vera með og tjá sig þessi mál. Þeir hafa aldrei gert það fyrir en núna þegar að verið að ræða losunarkvótan fyrir mengun vegna flugvéla. Það í fyrsta skipti að ég held að Ísland hafi nokkuð tíman á þessum sko 30 ár reynt að hafa einhver áhrif á EES löggjöf sem að þarf að taka upp hér á landi. Það er út af hérna, flugferðum sko. Já, allt hitt bara stimplað á færibandi og afgreitt. Og veistu hvernig það hvort að sko, er einfalt að biðja undanþágur eftir að tilskipanir hafa átt sér stað og þetta orðið á lögum eða það bara orðið of seint á þeim tímapunkti? Ég held að það bara orðið of seint að biðja undanþágur þá og við sjáum sko skýrmerki út allt mjög skaðlega löggjöf sem hefur farið í gegnum Alþingi eins og orkupakki 3 til dæmis að þar bara skýrt tekið fram í upphafi löggjafarinnar að íslensku stjórnvöldum beri skylda til þess að styðja við fyrirtæki sem að hyggja á útflutning raforku frá Íslandi. Já. Og þetta náttúrulega bara sú ávísun sem að núna allt vindmyllufólkið og virkjanagæjarnir eru búin að stökkva á. Já. Að það ekki einu sinni sko að ríki geti verið hlutlaust því bara styðja við og ég átti í miklum orðastað við Pírata út af þessu Björn Leví og fleiri Helga Hrafn og þeir einfaldlega staðhæfðu að tilgangur löggjafarinnar skipti ekki máli að því það var ekki tiltekið í einhverju sérstakri grein löggjafarinnar að þetta ætti að gera en megin inntak löggjafarinnar er þetta að auka viðskipti milli landa með raforku. Já, akkurat. Og þarna kom aftur að því að sko Píratar eru aðhyllast nýfrjálshyggju þegar kemur að efnahagsmálum og hérna, því miður, það er bara leitt. Þetta er einmitt það sama og maður sér þegar maður fyrir að grúska eins í tilskipunum sem að leiddu til þess að fjarskiptainnviðir fóru á svona markað að þá það er ekki beint tekið til orða þar þið verðið að einkavæða fjarskiptainnvið en löggjöfin hún ýtir rosalega undir því að það er kveðið að það með ekki niðurgreiða til dæmis fyrirtæki sem er á þessum vettvangi þannig að hið opinbera má ekki lengur eins og styðja við ljósleiðarann. Það er kannski hægt að fara einhverju leiðir framhjá því með því að Orkuveitan sem er eigandi komið með fé inn en það gerir allt ferli miklu erfiðar í rauninni ýtir því sko þannig ef að staðan er rauninni erfið hjá ljósleiðarum þá er einhvern veginn eina lausnin sko bara að fá einkafé inn þannig að þetta einhvern veginn ýtir undir það og einmitt það er sérstakt að fólk sjáu það ekki einhvern veginn lesi það ekki gegnum línunar sko þó að sé ekki bara beint tekið fram hérna þið verðið að einkaféða þá er það bara augljóslega takmarkið með þessu öllu. Já, ég meina markmið tilskipunarinnar er þetta að reka samfélagslega innviði í einkageiranum og láta svo samkeppniseftirlit landa sjá til þess að það sé við eigandi samkeppni í gangi. Já. Það hljómar allt óskaplega vel en það er bara fullt af geirum atvinnulífsins vegna eðlis þeirra einmitt eins og ljósleiðaravæðingu, rafvæðingu, ég meina virkjanir og raflínur. Þar sem að þetta getur aldrei orðið að veruleika. Bara það er bara það er náttúruleg staða þessara geira að það verður einokun af hákeppni. Þeir eru bara þannig. Það er enginn að fara að leggja hérna raflínur all land hlið við hlið eða leggja vegi all land hlið við hlið. Þetta eru geirar sem að gefa sig ekki út fyrir að geta verið í samkeppni. Það er bara þannig og allt annað er bara einhverjur hugarórar sko. Já, og sérstaklega á Íslandi því að við erum svo rosalega fá hérna að það er einhvern veginn bara algjör fantasi að halda að það sé hægt hér sko ef það er hægt, kannski er þetta hægt í einhverju stóru landi eða maður veit það ekki en ekki á Íslandi.
Jú, ég meina það getur vel verið að það sé hægt í einhverju stóru landi en eins og við gerum hér, ég meina það enginn að fara að grafa hér sko 3 eða 4 ljósleiðara í jörðina til viðbótar þeim sem að fyrir eru, það bara mun ekki gerast vegna þess að það yrði aldrei öðruvísi heldur en að það yrði rekið með tapi og það sama gildir raflínur og vegi til dæmis og svo reyna menn að búa til einhverjum svona gerfimarkaði í kringum þetta sko en það eru bara gerfimarkaðir, það er bara milliliðir sem að gera ekkit annað en að hækka verð til almenning sko. Er það ekki svolítið það sem er að gerast núna með rafmagnin? Maður hrökk í kút þegar maður sá þarna kannski fyrir árið 2 að allt í nú var enn eitt rafmagn byrjað að auglýsa sko og er þetta ekki í rauninni eins og þú segir svona gerfimarkaðir, þetta er bara skilti sem er slengt á en þetta er allt sama rafmagnið sem þú ert að fá. Já, þetta er allt sama rafmagnið sem að þeir kaupa á sama verðinu og þykjast svo verið í einhverju samkeppni sín á milli en eru bara milliliðir, milli almennings og raforku framleiðandans sem að gera ekkit annað en að hækka verð og það er bara tímaspursmál sko hvenær svona milliliðir hafa samráð sín á milli til þess að hækka verðið en þá meira. Það er eðli þessara viðskipta og þessara geira í atvinnulífinu og þess vegna er þetta ekki gott mál. Já, hefur einhvern tímann orðið var við einhverja úr samfylkingunni sem að svona blöskar þegar kemur að svona tilskipunum og hafa eitthvað með að segja eða eru þau bara, finnst þeim þetta bara hið fínasta mál? Af því þetta er svona Evrópusinnar flokkur? Já, sko, þegar ég var á þingi þá var ýmislegt sem að samfylkingin var að berjast fyrir sem að sko einstaka þingmenn og stundum umtalsvert stór hópur þingmanna var á móti, sérstaklega þegar að koma að málefnum sem varðaði heimilinn og hvað þetta að gera til dæmis líkla frumvarpið en að Lilju Mósesdóttur og ýmislegt fleira þar sem að við vorum að reyna að leggja fram eitthvað sem myndi verja heimilinn og fullt af þingmönnum samfylkingarinnar var sammála okkur en Alþingi virkar þannig hjá þessum fjórflokk eins og ég kallaði fjórflokkin sko að þú þarft sérstakt leyfi þingflokksins til þess að vera með á máli frá öðrum þingflokkum og þingi. Þú hefur ekki sko, þetta sjálfdæmi sem þú átt að hafa og er tryggt með stjórnarskráni. Þú hefur það ekki. Þingflokkurinn er búin að taka það af þér og þannig að fólk fekk ekki að taka þátt í þessum aðgerðum, einstaka þingmenn og svo er það bara þetta að það ríkir innan þessara hefðbundnu fjórflokksþingflokka eins og samfylkingarinnar að það er þetta foringjaræði og foringjablæti, leiðtogablæti að það sem að formaðurinn segir það stendur og það fer enginn gegn formanninum, það er alveg sama hvað hann gerir hann er bara einræðisherra innan síns þingflokks og það er náttúrulega eins ólýðræðislegt og gengur eins mikið gegn stjórnarskrárvörðum rétti alþingismanna eins og hægt er að gera þannig virkar þetta á þingi eiga að vera bundnir sinni eigin sannfæringu þeir eiga að vera bundnir sinni eigin sannfæringu en þeim er bannaða af þingflokknum og þeir hrekjast í burtu þess vegna hræktist fólk í burtu úr samfylkingunni og einmitt út af þessu og VFG, ég meina þau bara hröktust út, þau voru lögð í einelti og rakin úr þingflokkunum einmitt voru kölluð villikettir á það ekki? Jú, og bara það var alveg hryllilegt að sjá sko, þau komu mikið á fundi til okkar eins og Lilja Mósesdóttir og Atli Gíslason og fleiri og það var bara hryllilegt að heyra sögurnar af vinnubröðunum inn í þingflokkunum hvernig var farið með fólk og komið fram við fólk sem að var ekki sammála formanninum í einu og öllu, þetta var bara hörmulegt ótrúlega menning þetta á að vera lýðræðisvettvangur sko, æðsti lýðræðisvettvangur landsmanna og svona eru hann er ekki túlskildingsvirði þegar það kemur að þessu sko. Nei, og svo erum við kannski að skreita okkur fyrir framann aðra þjóður að segja að við séum svo frjálslynd og lýðræðisleg og svo er þetta vinnubröð maður tekur eftir þessi borginni líka það eru bara línurnar lagðar og það er bara amen sko. Formennirnir á það, ég meina það er bara Dagur er oddviti og hann ræður öllu þar og ég veit nú ekki hver er oddviti Pírata er ekki þessi Alexandra Brím núna tímabundi allan og þetta er bara ekki sko, ég meina Dagur sem slíkur sem borgarstjóri finnst mér hafa gert mjög marga góða og merkilega hluti í gegnum tíðina og verið að mörguleiti farsæll sko en eins og með ljósleiðarann til dæmis, það er ekki gott mál og hvað varðar húsnæðismálina, það er ekki gott mál og Píratar aftur á móti eru bara eitthvað staðar út á túni þegar kemur að efnahagsmálum. Ég var nú í Pírötum á sínu tíma vegna þess að þeir voru svona stóðu fyrir það sem að mér fannst standa svolítið upp úr í íslensku stjórnmálum eftir hrunið
og ég gekk til liðs við þá og kynntist þeim svolítið og sko það sem var gallinn við þá að þeir voru allir saman með fyrirfram gefnar hugmyndur hvernig heimurinn væri og hvernig heimurinn ætti að vera og þar á meðal var þessi blerismi og nýfrjálshyggja og ég var nú fenginn til þess að segja þeim til hagfræði í 2 skipti. Þeir höfðu engan áhuga á að því að ég er menntaður hagfræðingur, ég er með meistaragráðu í hagfræði frá Bandaríkjunum og hef bara unnið við hagfræði stærstan hluta starfsævina. Þeir höfðu bara engan áhuga á því að hlusta á það því að það sko stemdi ekki við þeirra eigin hugmyndur hvernig heimurinn væri sko. Það var alveg mjög skrítin tilfinning að því það stendur beinlínis í sko samþyktunum hjá þeim að þeir eiga að skoða öll mál onni í kjölinn og hugmyndafræðin sem slík skiptir ekki máli heldur það bara besta lausnin sko, skynsamlegasta lausnin. Þetta hljómar náttúrulega vel en það er ekki farið eftir þessu fyrir sko 5 ára hjá Pírötum og þeir eru bara svona í rauninni að verða að öðrum svona kerfis fjórflokki hvað það varðar sko, því miður. Mér finnst þeir hafa staðið sér mjög vel á þinginu að mörgu leyti og þeir eru þeir einu sem að halda uppi alvöru gagnrýnni umræðu á Alþingi. Það er hérna inni mjög flott fólk og að gera mjög marga hlutir rétt en þegar kemur á efnahagsmálum þá eru þeir bara bleristar og jafnvel lengra til hægri en það eins og Alexandra í borgarstjórn sko. Og fylgir bara einhverju sem að Dagur segir að þau eigi að gera í rauninni því að þau hafa ekki neina forsendur menntun eða þekkingu á hagfræði og efnahagsmálum til þess að mynda sér neina afstöðu, þau bara vita ekkert málið, ekki neitt. Einmitt. Maður velti fyrir sig sko hvað getum við hérna gert sko að því að fólk er rosalega eins og segir það bara djúpt sokki í þessa nýfrjálshyggju hugmyndafræði sem að snýst öll þessi orð sem er talað hagkvæmni og hérna hagræðing og skilvirkni og öll þessi orð sem að hljóma kannski vel fyrir fólk að heyra en svo snýst þetta allt rosalega upp í andhverju sína, við tökum dæmi útvistanir, þær einhvern veginn eru bara að vera dýrar og dýrara því að það þarf að auka eftirlit með þessum einkaaðilum, það þarf að bæta nýjum smáu letrum og þetta er einhvern veginn orðið bara rosalega svona kerfi í kringum það allt. Þannig að þú veist hvernig getum við sko snúið á þessari braut og bara hérna fengi fólk til að trúa sko á nýja hagfræði í rauninni. Já, ég meina þetta náttúrulega var reynt sko upp úr aldamótunum þegar að hérna bankakerfið var einkavætt og fjármálaeftirlitið var sett á stopp og fjármálaeftirlitið var sko, ég var í Seðlabankanum þegar þetta var og við komum nú mjög vel að þessu þá og þar átt að skipa einn af bankastjórnum Seðlabankans, Eirík Guðnason, í fyrstu stjórn fjármálaeftirlitsins. Þetta átti að vera 3 manna stjórn og fjármálaeftirlitið átti að hafa mjög öflugt eftirlit með fjármálakerfinu og á blaði leit þetta allt saman mjög vel út. Ég meina við fórum yfir lögin aftur og þetta leit allt mjög vel út. Og svo kom að því að hérna, skipa fyrstu stjórn fjármálaeftirlitsins og hún átti að vera skipuð 3 mönnum og Eiríkur Guðnason var einn af þeim og hann kom til okkar, hann var svo eina af bankastjórunum sem að borðaði með starfsfólkinu. Birgir Ísleifur sást aldrei og Steingrímur Hermannsson sem þá var, hann mætti aldrei í vinnuna þannig að þeir voru í rauninni bara 2. Og Eiríkur sagði við okkur í hádeginu, við sátum þarna einhverjir 4-5 við borð að það var verið að skipa mig eða biðja mig að taka stjórn í fyrstu stjórn fjármálaeftirlitsins nýja og við náttúrulega ok, til hamingju með það. Já, ég veit það nú ekki sagðan. Skilyrðið fyrir stjórnarsetunni var að ég skipaði son Páls Péturssonar félagsmálaráðherra sem forstjóra. Ég var í sammála því að hann yrði ráðinn sem forstjóri og hann hefur enga hæfileika í þetta starf. Já, vá. Og þannig bara gekk þetta fyrir sig og það endaði með því að hann hætti við að taka sæti í stjórninni. Hann bara sagði ég bara get þetta ekki, ég ætla ekki að gera þetta. Og Birgir Ísleifur tók að sér það verk og skipaði svo hérna son Páls Péturssonar sem forstjóra og hann sko var nú nógu skynsamur þá að hann var búinn að koma sér út úr starfinu áður en að hrunið kom, hann sá hver stemdi og Jónas F.R. Jónsson, sonur sjálfstæðismanns var gerður á forstjóra og leiddi fjármálaeftirliti náttúrulega bara beint fram af bjargbúrunni, hann hafði ekki hugmynd hvað hann var að gera, hann var bara lögfræðisstrákur og vissi ekkert hvað hann var að gera. En þannig gengur þetta fyrir sig og fjármálaeftirliti var náttúrulega með fjöldan allan af starfsfólki, kostaði alveg gríðarlega peninga og gerði ekki nokkurt einasta gagn, ekki neitt
og það sama með samkeppniseftirlitið sko. Samkeppniseftirlitið hefur að vísu náð að vinna á mörgum málum nokkuð vel, það gríðarlega stórt batteri og mjög mikilvægt. Forstjóri þess núna aftur sami og var forstjóri fjármálaeftirlitsins. En þeir hafa sko lagt háar sektir á fyrirtæki fyrir samráð og það sem fyrirtækin geta þá gert að þau kæra þetta til úrskurðarnefndar samkeppnismála. Já. Sem að starfar ekki á faglegum forsendum, heldur bara pólitísk skipuð nefnd sem gerir það sem elítan í landinu vill gera og þessi úrskurðarnefnd samkeppnismála hefur yfirleitt núllað út af stórum hluta úrskurði samkeppniseftirlitsins og ef þeir hafa ekki núllað það út alveg þá hefur þeim verið vísað til dómstóla og þar tekur þetta svona eftir 10 ára þá kemur ykkur niðurstaða þar sem að sektin sem að fyrirtækin þurfa að greiða nánast engin. Þannig að samkeppniseftirlitið sko hefur verið algjörlega billust allan hennar tíma líka núna frá aldamótum og með sama hætti og fjármálaeftirlitið og þessar sko eftirlitsstofnanir þær eru bara of veikar og ósjálfstæðar og kerfið vinnur of hægt þannig að það eru mjög fáir geirar á Íslandi þar sem að hægt að segja sem svo að það ríki sko samkeppni í viðskiptum og það ekki að því að samkeppniseftirlitið hefur kannski ekki skipt sér af þeim heldur bara kerfið þannig uppsett að það skiptir engu máli þó að samkeppniseftirlitið skiptir sér af þeim það hefur ekkert að segja. Nei. Og þegar að svo að þá eru á vondu stað og það það sama sem að mun gerast með ljósleiðarann og Mílu það sama mun gerast með þennan þykistu leiki í kringum raforkusölu og nákvæmlega það sama og hefur gerst í sko, ég meina landflutningar það eru 2 fyrirtæki sjóflutningar það eru meir og minna 2 fyrirtæki byggingaiðnaðurinn það eru meir og minna 2 fyrirtæki verð á allri þessari þjónustu sem að boðið upp á í öllum þessum geirum sem ég taldi upp það margfalt hærra heldur en í nokkru öðru nágrannalandi tryggingafélögin, það eitt dæmi viðbót sko. Og rosalegu kostnaður til lengri tíma sem að fylgir þessu vegna þess að það sko, fólk talar þetta sé verðbólga en þetta raun ekki verðbólga, þeir eru byrjað að kalla þetta græðgisbólgu þetta bara græðgisbólga það er fákeppnin og það er samráð og það ítundi verðið sem að ítundi verðbólgun og hvað gerir Seðlabankinn, hann hækkar vexti og það keyrir allt í kalda kól þannig að þetta bara vindur upp á öll þessi fákeppni ég meina þetta bara býtur í skottið á sig og því miður og olíusala, ég meina olíumflutningur og olíusala, þetta alltaf sömu bókina lært og þetta ætti náttúrulega bara í löggjöfum samkeppniseftirlit að vera ákvæði sem að segja sem svo að ef að útsöluverð á vöru á Íslandi x% hærra heldur en meðaltal í nágrannalöndunum þá þurfa fyrirtæki að gera svo vel og rökstyðja það og ef þau get ekki rökstuð það þá þau bara skyldu til að lækka verð það þannig kerfi sem að í rauninni það eina sem að mun virka vegna þess að við bara búum við þetta kerfi samkeppniseftirlits og fjármálaeftirlits að það óvirkt vegna þess að það sett upp þannig. Já, það á næsta þriðjudag þá verður þess að þetta ljósleiðaramál tekið fyrir og við ætlum að leggja til að Orkuveitan komi pening inn í. Rökin sem að þau nota gegn því að það sé ekki heimilt og vitna þá í einhverja Evróputilskipanir og svona, þannig að þetta er rosalega þægilegt líka að geta skýlt sér á bakvið tilskipanir frá Evrópu, þetta er svona auðvelt pólitískt líka að koma kannski erfiðum málum í gegnum einkavæðingu og þá bara láta bara EES sjá þetta. Já, ég meina og þetta bara svo aðferð sem að fjórflokkurinn notar og samfylkingin hefur notað, ég meina við skulum ekki gleyma því að sko á sínum tíma einn stærsta og umdeildasta einkavæðing sögunar var þegar HS Orka var seld til Ross Beatty og þá var til nefnd sem hét nefnd erlenda fjárfestingu og formaður hennar var úr samfylkingunni og það var samfylkingi sem að hörðust allra fyrir því að HS Orka yrði einkavædd og hún var seld á slikk til Ross Beatty og hefur skilað gríðarlegum hagnaði síðan sko. Samfylkingin ekki flokkur sem að snýst að verja almannahag, það bara þannig þau eru algjörlega föst í einhverju hugmyndafræði sem að þeim ókleift að sjá niðurstöðuna úr og vilja ekki viðurkenna niðurstöðuna úr þau bara taka upp einhverja möntru frá Evrópusambandinu og þetta svona ESB blæti alveg eins og leiðtóka blætið það allt gott sem að kemur þarna ESB á einhverjum stalli
sem að þau tilbyðja og það skiptir engu máli þó að það sé óhagfellt fyrir almenning á Íslandi. Þeim alveg sama það er bara ESB og það mjög vont að vera með stjórnmál sem eru föst í svona hjólförum og komast ekki upp úr þeim. Já, svona kreppa. Auðvitað á þetta að vera þannig að ef að við erum ef á að neyða okkur til að taka upp hér einhverja ESB-löggjöf sem að veldur okkur skaða, þá eigum við bara að segja nei. Og ef að ESB með eitthvað múður út af því og segir þið verið þá rekin út úr EES-samstarfinu, þá bara verður að hafa það. Íslenski stjórnmálamenn, þeir eru með umboð til þess að gæta hagsmuna almennings í landinu og hagsmunir almennings á Íslandi fara ekki alltaf saman við hagsmuni stórfyrirtækja í Evrópu. Það bara einfaldlega þannig. Og við verðum að standa vörð hagsmuni almennings á Íslandi og Sósíalistaflokkurinn mun gera það eða reyna það á meðan við erum þar innan borðs, ég og þú og fleiri og þannig að Já, þetta eru bara fín lokaorð. Bara takk fyrir að koma, Þór. Gott að eiga þetta samtal og ég segi þetta bara gott í bili og bið ykkur að njóta helgarinnar og eigið gleðilegan verkalýðs baráttu dag sem núna á mánudaginn. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauða borðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.